Komið sæl og velkomin í föstudagsþátt N4 sem helgar þáttur stöðvarinnar. Við fáum til okkar marga góða gesti næsta klukkutíman og spjöllum hvað ég að segja, allt og ekkert. En fyrsti gesturinn minn nýbakaður þingmaður Einar Brynjólfsson, þingmaður Pírata í Norðausturkjördæmi. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Já, árið rétt að byrja og þú í nýrri vinnu. Ertu búin að fá skrifstofu fyrir sunnan og svo framvegis? Ég búin að fá bráðabirgðaskrifstofu fyrir sunnan. Það húsnæðisvandamál, húsnæðisekla, Alþingi leigir skrifstofur víðsvegar miðborgina handa þingmönnum og það stóð til að þingflokkur Pírata fengi það húsnæði sem að Framsóknarflokkurinn hafði. En það reyndist vera allskyns líf sem að hafði kviknað þar í veggjum og loftaklæðningum. Það myglusveppur þar. Og við verðum eitthvað á hrakhólum næstu mánuðina því miður. En hvað með íbúðarhúsnæði fyrir þig? Mér tókst að finna slíkt í félagi við fjölskylduvinn, ungan mann sem kerfisfræðingur í Reykjavík. Á uppsprengdu verði náttúrulega? Já. Það vandalaust að fá hús ef fólk reiðubúið að borga. Það tók nokkuð langan tíma að mynda ríkisstjórn og þegar þetta talað á föstudeginum 13. Svona, sumir ekkert of hrifnir af því að þetta tvennt fari saman. Hvað með þig svona, fyrir hönd ríkisstjórnarinnar sem að funda þó í fyrsta skipti í dag? Það gott eða slæmt fyrir ríkisstjórnina að byrja á föstudeginum 13? Ég held að það skiptir nákvæmlega engu máli. Ég nú ekki hátrúarfullur maður. Ég sá reyndar í gærkvöldi í þýskum fréttaþætti tölulega staðreyndir að það gerast færri slys föstudaginn 13. Og menn vildu einmitt meina það væri að því að fólk færi sérstaklega varlega þegar að föstudag byrja upp á 13. En hvað þessa ríkisstjórn varðar, ég held að það hafi engin áhrif. Hvort hún lifir lengur eða skemur, þessi dagur skiptir ekki máli í því sambandi. Þannig að hún ætti kannski að fara svolítið varlega svona. Já, kannski á fyrsta degi. En þegar að Píratar voru með stjórnarmyndunar umboði, það sáða alveg á samfélagsmiðlum og svo framvegis það ríkti mikil gleði og eftirvænting, en það fór sem fór. Svona núna kannski þegar ríkið svolítið að setjast, ef þú, ég ætti að nefna 1 eða 2 atriði, hvað fór úrskeiðis? Það skorti held ég bara vilja til þess að stíga lokaskrefið í þessum samræðum öllum. Við mátum það þannig, þarna aðra helgina var aðra helgina í desember, að þetta væri mjög langt komið og vantaði svona lokahnykk kannski í þessum stóru málum en þau voru samt komin á rekspöl. Þannig að það voru mjög mikil vonbrigði að þetta skildi ekki takast. En jú, það bara vantaði pólitískan vilja. Þú hefur meðal annars nefnt Vinstri græn til sögunar að þau hafi ekki alveg verið tilbúin. Já, það þannig að þau held ég hafi ekki þorað að taka þetta lokaskref. Ég hef nú svo sem fært fyrir því rök og við fleiri Píratar, Birgitta Jónsdóttir og Smári McCarthy hafa líka tjáð þetta mál að ég held að hafi helst strandað þar. Að Vinstri græn séu sökudólkurinn? Já. Verða sárin lengi að gróa? Það held ég ekki. Það var okkur ekki kepli okkur Pírötum að komast til valdana vegna. Enda sýndu við það strax eftir kosningar þegar við lögðum það til og buðumst til þess að styðja minnihlutastjórn falli, verja hana falli. Þannig að það kannski snerist ekki endilega það. Svona almenningu sem að fylgist með ykkur stjórnmálamönnum, þetta fyrir allt saman í gegnum fjölmiðla, sjónvarp, blöð og samfélagsmiðla, þegar maður sér myndir til dæmis frá fundum Pírata og þar sem að þú ert þar á meðal, að það allt önnur holdning á þér, þú ert allt með bindi og snyrtilegur. Já, þetta mér líður vel í snyrtilegum fötum og mér þykir þægilegt að hafa bindi.
svo undarlega sem það hljómar. En jú, það er rétt, ég sker mér svolítið úr þar. En hitt að málað, ég held að sé nú kannski ekki endilega, sko, þó sagt sé að fötin skapi mannin, þá held ég samt sem áður að ég sé ekki síðri pírati í mér, heldur en þeir sem eru í svörtum dogmabólum. Hefur þú alltaf verið svona, þú hefur stundað kennslu lengi, varstu þá svona vel tilhafður? Já, ég hef reynt það alla tíð í mínu starfi. Sem kennari þá þótti mér það einfaldlega eðlilegt að ég sem kennari sýndi starfinu og nemendum mínum þá virðingu að vera vel til fara. Á píratafundum ertu þá sá eini sem ert með bindi? Ég ekki frá því, já. Að það sé svoleiðis. Við vorum með viðtal hérna daginn á N4 við kaupmann sem var að hætta starfa nærri því í hálfa öld. Þeir félagar í JMJ Dandi, hann hefur kennt mörgum að binda bindisnút. Manstu hver kenndi þér að binda bindisnút? Ég held að það veri faðir minn Sálvíð sem gerði það. Alveg örugglega. Hvernig svona verða fyrstu dagarnir núna á þingi þegar það kemur saman aftur? Heldurðu, verður harka alla verður stjórnarandstaðan hörð í horn að taka? Já, stjórnarandstaðan verður hörð í horn að taka, en ég veit svo sem ekkert hvort að verður harka samt sem slík. Sko, ég held að við reynum nú að sýna samt sem áður hvert öðru virðingu og mannasiði. Við getum ekki farið að vera með dónarskap kannski mikið, en forsvarsmenn stjórnarflokkanna, þeir hafa boðað það að þeir vilji eiga samskipti og fara samningaleiðir við alla sem sitja á þingi hinna flokkana líka þar að segja. Og vonandi verður það bara þannig, og við erum auðvitað tilbúin að veita öllum góðum málum brautargengi. Við munum ekki setja okkur upp á móti frumvörpum og þingsályktunum og öðrum málum sem að settar verða fram bara af því að það eru þessir flokkar sem nú eru við völd sem setja þau fram. Hvernig eru svona fyrstu dagarnir, þau mál, þetta eru mörg mál sem að þú þarft vantilega að setja þið inn í, eru komnir alveg bara háistaflar bara á borðinu hjá þér núna og tölvupóstar að fyllast? Tölvupósturinn, ég veit, það eru tugir bréfa sem ég fæ þar á hverjum einasta degi og hef alla tíð fengið frá því að ég fyrst settist þarna inn og fékk netfang, sem sagt í nafni Alþingis. En málin hrannast upp í þeim skilningi að þetta eru mál sem að ég sjálfur að vinna í að eigin frumkvæði. Það hafa engin mál náttúrulega enn sem komið frá ríkisstjórninni, engin frumvörp verið lögð fram eða neitt slíkt. Þannig að það ekki að ég þurfa að undirbúa eitthvað slíkt eða lesa mig til það. En ég sjálfur eingöngu að finna mér mál sem að ég vil skoða og athuga hvort að ég get fengið brautargengi fyrir á næstu misserum. Við sjáum til. Einar Brynjólfsson, þingmaður Pírata í Norðausturkjördæmi, þakka þér fyrir komuna og gangið þér vel og við höldum hér áfram rétt strax.